árin. Það var rándýr kynning. Hvað segir þau? Allt rétt, svo sagðir sko, en þetta var fallegt það. Var allt rétt sem ég sagði? Já, ég hef aldrei verið þykkari og... Hefur aldrei litið betur út en í dag? Nei. Það er svoleiðis. Ég er nýkliftur. Já. Ég rakaði mig bara fyrir þig. Aldrei verið þykkari, aldrei verið skapnari. Þú ferð í klippingu alltaf á föstudögum? Annarkvæmt föstudag klukkan 10. Annarkvæmt föstudag klukkan 10? Ertu bara með fasta tíma? Já, með fasta tíma. Nei. Jú. Ertu Hollywood-stjarna? Nei, bara þetta er ekki flókið. Ég sparka upp hurðinni hjá Robba Carter. Annarkvæmt föstudag klukkan 10. Gef ég Robba high five. Sett þetta, gef svo high five. Sett sér í stólinn. Haircut. Það er sem ég geri, Auðun. Já. Ef þú væri með hennar lubba, myndur ekki vera með fastna tíma myndur bara býða eftir að kemur lubba og síðan þeir eru með klippingu. Þú veist alveg. Með klippingu og hringja. Ég held ég sé búin að segja það svona 300.000 sinnum að ég fættist, reynda fættist í sköllóttur en ég hef ekki verið sköllóttur allt mitt líf. Fættist þú sköllóttur? Nei, já, ég fættist sköllóttur. Ég var með þykkt hár þegar ég var. Já, eða ekki. Var ekki bara Robby Carter sem tók á móti þér og hendi ykkur á góða klippingu fyrir þig? Þakka fyrir að komast ekki út með strípur. Sumir krakkar fæðast með hárblóndi, já. Já, ég veit það, en þú fæðist engin krakki með lubba, sko. Þú fættist sköllóttur. Já. Og ert sköllóttur í dag. Basically ertu eins. Já, en þú fegst háraðna frá 2 ára upp í 12 ára, ekki? Upp í 12 ára? Hvað? Ég var ekki sköllóttur bara þegar ég hitti þig, sko. Ég var með hári í sjónvarpinu. Já, ég veit það. Þú varst enda viðbjóður þar. Ok, sjálfur viðbjóður. Ok, sko, ég veit það. Hvað er þau? Ég rósa þér þvílitt til byrjun þáttar. Og hérna, já, bara rósa þér. Ég sagði var. Þú ert bara að kalla mig ógeðslega. Nei, ég sagði var. Þú varst viðbjóður út í dag. Þetta er mjög sexy. Ég er í því litt góðu skapið, þetta er ekki eðalega. Nei, ég er að segja. Masko. Í dag, Auðun. Já. Ef ég væri Höll Lady, þá myndi ég alveg ykkur að... Frábært, ég þarf ekki að heyra meira. Einmitt. En það er frábært þáttur hér hjá 2 hörðum í dag. Og, já, við verum meðal annars að ringja í Jón Gunnar Geirdal. Já. John Gunnar. Já, John Gunnar. Lemon Boy. Lemon Boy, hann er að opna Lemon og já, 2 harðir voru að koma að staði hvað a Lemon Party er. Já. Og eftir ég googlaði það, þetta er bara ennþá fast í hausnum á mér. Við byrjaði fólk ekki googla það. Nei, en... For the love of God! Við skulum bara heyra í, við förum betur yfir þetta allt saman eftir. Já. Að það er alltaf að ræða Lemon Party við Jón Gunnar, svo er það sturlaða staðreyndir. Við ætlum að leika okkur hans með að það sé hrósdagurinn. Við ætlum að hringja og hrósa fólki. Já, bara svoleiðis. Og minna fólk að núti á, þú veist, ef þú hittir einhvern, þú þarf ekki svona að þekkja hann. Nei. Og þú ert í búð, sér konu, hún er í fallegri peysu, út á leiðum. Segðu bara þenn, hörðu, fallegri peysu sátt í. Þakka þið fyrir. Ég er að fara að fljúa eftir, ég er að fara að norður að skemmta. Fyrsta sem ég ætla að gera þegar ég kem á flugvöllin, ég ætla að hrósa einhverju sem ég þekki ekki. Já, ég segi það. Ég ætla bara að segja, vá, hvað eru flottu skór, maður. Eitthvað svona, það þarf ekki að vera. Þá er sú manneskja að hugsa allan tímann, vá, herðu, þetta voru greinilega flottu skór sem ég fór í dag. Það var blöðpúp segði það er flottu skór. Ekki blöðpúp, bara einhver sama hver, ekki bara ég eiginlega, bara einhver sem að hrósa. Já, ég er bara að segja, hún myndi hugsa. Já, hvað myndi hún hugsa? Við þurfum að fara að segja þér í skráðu firstdate.com síðast þætti, við fara yfir það. Er eitthvað að gerast þar? Er eitthvað að gerast? Nú, ég þarf að hætta í vinnunni til að sjá þetta helvíti. Nei. Það er komið 92 engaskilabóð frá einhverjum stelpum. Er þetta ekki bara einhverju flipparar hérna á Íslandi? Nei, þetta er ekki flipparar. 92 skilabóð? 92 skilabóð. Frá hvaða löndur eru að vinna með það? Við erum að vinna með öll Norðurlöndin. Njálfurni? Þú ert basically komið date í öllum Norðurlöndunum, sko. Og ég byrjar að bóka þig. Ég byrjar að bóka þig ná daga. Er ekki alveg með þig? Ég er að fara að bóka þig niður, ég er álverðinni, sko. Ég segi bara við, þú ert að mæta hérna klukkan 11 hér. Já, bara í Svíþjóð. Að hitta Trínu. Já, í Svíþjóð. Já, þú veist, þú ert að fara að lifa liður núna. Við skoðum þetta á eftir. Já, það er alltaf eins og þið heyrið, kæru hlustendur, það er nóg að vera. Ætlar að vera með Vibba dagsins. Hvað er Vibbi dagsins? Hvað er Vibbi dagsins? Ætlar að hendi viðbjóð dagsins. Ef þú segir að viðbjóð dagsins sé stuðlagið, að labba hérna út. Nei, ég var að tala um nýjan dagskulið, þar sem að þú velur eitthvað sem er Vibbi. Þessi var helviti góður. Bara ekki að búa það bara til núna. Varst að tala um stuðlagið? Nei, ég var ekki að tala um stuðlagið. En já, ég verð með stuðlagið, en ég verð ekki með Vibba dagsins á þeim Blondell. Ok, nú viltu ekki byrja með þann lið. Nei. Það var það sem ég var að hugsa. Mér stuðlagið frábært og það verður gaman að heyra það. Það var gott að heyra. Talandi stuðlagið, ertu búin að velja eitthvað? Já, ég kom með lag auðvitað. Er ég búinn að velja eitthvað? Ég byrja að pæla stuðlana á mánudaginn. Sem í alla vikuna að velja að setja lög í úrslit og ég kom með frábært lag. Þannig að það er eitthvað lag sem að vann þessa keppni hefur núna. Já. Hlakka til að heyra. Allavega 2 harðir eru farnir að stað og þetta verður veisla. Já, þið að hlusta á FM 957 og það er förstu dagur og það er 1. mars.
Þessi ógeðslegi febrúarmánuður Blondell búinn og hann kemur aldrei aftur. Hann var slett ekkert ógeðslegur, við fengum bara Benidorm meður í allan februar. Viðbjörnslegumánuður og hann kemur aldrei aftur. Nei, það er rétt við þér, hann er farinn. Hann kemur endar á næsta ári aftur. Já, ekki februar 2013. Hann kemur ekki aftur þessu ári. Nei. Því líkt leiðilegu mánuð, wow! Nú er búið að vera leiðilt þér. Samt hefur alltaf sagt við mig, þú ert hérna og þú er aldrei verið betri og eitthvað. Ég hef aldrei verið betri. Nei. En akkurat núna. Nei, en þú sagði það líka allan februar. En bara mars er miklu skemmtileg mánuður en feb. Já, það er líka, páskarnir eru núna í mars. Já. Það er alltaf að gerast og það er bjórdagurinn í dag og hrósdagurinn og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ætla að koma með páskadag og þefa af því. Þefa af því heilan dag. Ekki borða það? Nei. Út af því þá eru 6 vikur, eða 5 vikur eiginlega þurfa að vera klár. Þú getur alveg getið eitt páska, ekki? Nei. Farði bara ekki stærsta, nei, sleppti okkur hvað ætlar að vera þefaði heima þér? Já, það er aðstæðanlegt það sem ég heyrst. Hefur þú þefað góða páska ekki? Já, svona rétt áður í borða það. Herra, við ætlum að fara hérna í slúður. Ertu tilbúin í smá slúðurpakka? Já. Hvað, ef þú mætti velja hvaða stjörnum sem er, jú, ég ætti að fjalla mann í slúðurinu, hvað myndir að velja þér? Kim Kardashian. Ok, talandi Kim Kardashian, þá ætlum ég að vel segja þér hérna smá af Kanye West. Og það er einmitt maðurinn hennar, eða kærastinn hennar. Hann er a piece of shit, samt. Nú, finnst þið það? Já. Ertu ekki ánægð með Kanye West? Nei, það hljópa upp á svið og niðurlega litlu countrysöngununa var að... Ég er einmitt að fara að ræða meira hérna Kanye West og Taylor Swift sem er countrysönguna sem hann rakkaði niður á sviðinu. En hann er á tónleikaferðalagi núna og það er að hrannast inn vídeo á honum á YouTube þar sem hann er að rakka niður allt og alla í tónlistabransanum. Hann er á einhverju ekoflipi þessa dagana. Já, hann er hálfviti. Það sem hann meðal annars tekur aftur Taylor Swift í gegn og segir við hana, og segir ekki við hana, segir á tónleikunum að Taylor Swift vann þarna fyrir tónlistarvídeó ásins. Fólk búið að gleyma því að vídeó hennar Beyoncé Knowles, það hljóp hún og dansaði á háum hælum eins og hún gerir alltaf. Það er ekki hægt að bera þessar konur saman. Hvað er maðurinn að reykja, maður? Ég ætla að leyfa mér að bara henda því fram. Já. Hann er hálfviti. Já, veistu það. Henda því fram. Ég held meira Ég kalla eiginlega enga hálfvita, ég hef aldrei sagt. Nei, meira þess að Barack Obama kallaði hann hálfvita. Já, þetta er hálfviti. Og það var niðurlega þessar litlu krútlegu countrysöngunu. Já, og svo hann niðurlega fólk. Hann var ekkert bara að rakka hana niður, sko. Hann var líka að rakka niður Justin Timberlake og var að rakka niður rakka Jay-Z niður frá að hafa gert þetta skelfilega lag með honum og hann er bara on a rampage á þessu tónleikaferðalagi sínu. Hann er að setja vel af kókaðinni sín núna. Hvernig væri bara að hefa smoking a pancake og hafa gaman að vera að túra? Hann þarf að slaka á. Já, hann er með allt á hotnum sér einhvern veginn og hann virðist einhvern veginn alltaf verið, það er eins og hann náðu bara ekki að njóta það er ekki allir sem höndla the fame, Blondell. Nei. Það er bara svoleiðis. Það er rétt sér. Kanye er ekki að höndla þetta. Hann er ekki að höndla þessa dagan allavega. Nei. Hann er einhverju tómi tjónu og þarf að fara að taka prósakið sitt, það er ekkert flóknara það. Og já, við óskum honum alls þess besta, hann er góð tónlistarmaður samt, ég verð ekki ánum það. Kanye átt að hlusta. What a piece of shit. Hefur þú heyrt Paris? Hann á ekkert í þélagi. Víst á hann og Jay-Z. Hann er góður tónlistarmaður en hann er villisingur. Svo er það Russell Crowe, Íslandsvinur með meiru. Hann var hjá hjá Jay Leno daginn, þar sem hann rósaði Íslandi hástert. Það hafi verið stórkostlegt land og sagði einu ókosturinn við Ísland væri veðrið því að þú vissir aldrei hvernig veður þú ferð á morgun. Ég meina auðvitað fyrst honum var stórkostlegt, eina sem hann gerði hann var að reykja og tala við stelpur og syngja fyrir eitthvað steina. Fínt líf, sko. Ég veit til að gera það alltaf dagar. Alveg rétt, hann var að syngja fyrir eitthvað stein. Já, hann stóð fram með stein og söng fyrir hann. Með gítar. Já, og það var allir svona krúnaður. En Russell, hvað er að gera? Nei, sko, allir, það er mjög fyndið, ég veit hvað sagði þessa sögu og það er, sko, allir Íslendingarnir, sko, krúið sem var með honum þegar hann var að taka upp þessa bíómynd, allir sem hafa unnið með honum áður og eru ekki frá Íslandi, þeir vissu alveg hvað var í gangi. Russell Crowe var bara með gítar að syngja fyrir álfa og eitthvað í steinunum, þeir hefðu lent í þessu áður. Allir Íslendingarnir voru bara, hvað? Eru öll celebrity snar fokkin geðveika? Það voru bara... Geta þarft að koma og syngja fyrir eitthvað stein? Hvað er Russell Crowe að gera? Og hann bara, awesome! Það er allir stór skrítnir. Já, það er ekki bara erfitt að höndla svona frægð. Það hlýtur einhver að geta það. Það hlýtur eitthvað celebrity verið núti sem er að höndla þetta. Já, það eru nokkur. Russell Crowe kemur að syngja fyrir steina og Tom Cruise með allt niður sig. En það sem ég ætla að segja með Russell Crowe er að hann er að hitta Natalie Imbruglia núna. Veistu hvað það er sem leik í nágrunum og söng Torn, I'm all out of faith. Þau eru vist eitthvað að hittast, þeir eru góðu vinnir. Sástu Óskarsvölunni þegar þau sungu Les Miserables, lagið, krúið út myndinni. Og Hugh Jackman er bara one hell of a goddamn singer. Ég var bara,
Þú veist, ég hugsaði með það að koma hann á sviðið með eitthvað headset. Ég hugsaði bara, já, Hugh Jackman, please ekki fara að syngja. Ekki nefnt út Wolverine. Verta man. Hörðu, fallegasta rödd sem ég heilt. Já, hann syngur eins og engill. Þykkur yfir axlirnar á kassan og helskafinn og með fárlega góða rödd. Og hvað langaði bara í hann? Nei, hvað langaði mig í hann auðvun? Ég kannski, gott bodybuilding-spjall, bara fínt. Hörðu, síðan kemur Russell Crowe, sem kom hann á eftir. Hann skeit, hann var eini gæði sem skeit á sviðinu. Hann söng ekki vel allavega. Nei, hann skeit bara. Og svo það lokast slúrið og það af Jennifer Lawrence en... Ég var að vona að þú var að segja Jennifer Lopez. Já. Leiðilegt. En það Jennifer Lawrence. Hún hefur heldur betur slegið gegn upp á síðkastið. Hún fekk Óskarsverðlaun heitasta daginn og ein heitasta leikkonan í Hollywood í dag. En það var verið að selja brjóstarhaldara af henni á internetinu fyrir 300.000 krónur. Það var einhver sem stal brjóstarhaldara sem hún var í kvikmyndinni The Silver Lining Playbook sem það ekki raskat, 300 skall, það Burger King. Þeir að kaupa eitthvað nota ef að J-Lo myndi selja brjóstahaldara þannig fara svona 2-3 kúlur, ég get lofa þér. Myndið þú kaupa hann af það? Ef J-Lo myndi bjóða upp brjóstahaldara? Já, hvað myndir þú bjóða því hann? Af þínu bara cold hard cash? Brjóstahaldara J-Lo? Já. Þetta fárlega spurning blandi. Er þetta fárlega spurning? Ég myndi kannski henda 250 kalla það. Já, bara svipa á þessi var keftur á. Já, þetta líka það, Og hvað myndir þú gera við hann, Egill? Hvað myndir þú gera við hann? Ég myndi setja hann í svona, ramma og bak. Og mynda J-Lo bakvið. Glæsilegt, þetta var slúðið frækja dagsins. FM 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu búið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þóról Daniels helgar og þú getur unni máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Sunnudjass á Faktori. Lifandi djass á Faktori öll sunnudagskvöld frá 9:30. Alltaf frítt inn. Sunnudjassinn slær á þinguna eins og enginn sé sunnudagurinn. Faktori, góðar stundir. Kvöld mun reggisveitin Oi Barasta halda tónleika á Hressó og mun leika ný lög í bland við lög af samnefndri plötu sinni sem kom út síðastliðið haust. Ekki missa Oi Barasta á fríum tónleikum á Hressó í kvöld klukkan 10:30 í boði Víking Léttöl. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Tveir harðir með ykkur hér í FM 95 Blö og það 1. mars sem nú, hvað þekktastu sem bjórdagur okkar Íslendinga. Það svoleiðis. Bjórin var leiður aftur, 1989 að ég held. Já, það svoleiðis. Það bara svoleiðis. En í dag víst líka hrósdagurinn. Bjór og hrós. Já, það reyndar stórhættuleg blanda. Menn kaldur og hrós. Já, menn hrósa nú meir eftir 2-3 kalda. Það svoleiðis. Menn þetta á trúnó. Ert þú trúnó-týpa, Egill? Nei, ég lítið því. Við höfum aldrei tekið gott trúnó, þannig sé. Nei. Einu skiptin sem þú ert kannski að hrósa mér eftir nokkra bjóra eða eitthvað, ert komin á trúnó, þá ertu að hrósa my body, sem að mér finnst eitthvað svona alltaf skrítið. Stundu finnst mér að vera með high body. Já, þú þarf ekki að vera að segja mér það eftir nokkra bjóra. Ég get ofta að segja þetta nokkra bjóra sem þetta high body, slakað á. Nei, ég er ekki að segja það. Það einu skiptin sem þú hrósað mér. Já, það, ég minna að þú bara stundum mér bara að ég er stoltur að það eins og varst ógæslegur. Já, förum út í eitthvað. Það er hróstaður. Búin að rífa þig vel upp. Við ætlum að hringja núna og hrósa þig ekki. Við ætlum að hringja í Luigi Bergman. Já, við ætlum að byrja að hrósa honum. En býttu, hvað það sem þú vilt hrósa lofa fyrir? Ég ekki alveg klárað það nefnilega. Sko, kallmenn hrósa ekkert rosalega oft öðrum kallmenn. Nei, það líka sem ekki að breytast öðun. Já. Það bara hann. Færð þú ekkert hrós? Og ef það hrósa þér bara svona dagstæðlega? Mikið í gimminu. Mikið af öðrum kallmenn? Já, komum við gæði í gær, aldrei segja náður. Og hann sagði, mjög þykkur úr axlirnar í dag. Mjög þykkur úr axlirnar. Og býttu hvað, var það maður sem með öðrum mönnum eða? Nei, það var bara... Það var bara að koma gagnkynnu kallmaði til að segja að það væri mjög þykkur og fallegur yfir axlirnar. Já. Það bara eitthvað rámt við það. Nei, þetta fylgir the bodybuilding world. Það allir mjög opnir í the bodybuilding world. Þar getur þú labbað og sagt, hörru, raskataður, Sigurður, búið að taka vel við sér og það mjög flott. Og það ekki gay. Herru, ringi bara í Lóa. Við þurfum ekki að ræða þetta. Og ég með númer hans. En byrju, hvað hefur hrósað Lóa fyrir? Hann náttúrulega ekki í ræktinni. Ef ekki bara eitthvað. Jó. Okkur dettur eitthvað hug. Hringdu hann hann ekki búinn að létta samt? Nei. Nei, ekki. En sko, ef við erum að ringja á hrósan, þá erum við búin að ákvæða hvað hrósan fyrir. Ég finn eitthvað. Ég hendi ykkur á hann. Þú hrósanum? Já. Ég hendi ykkur hrósan. Come on, Luigi Bergman. Já. Er það Luigi Bergman? Já. Sæll og blessað, þú ert í beinni útsendingu á 2 hörðum. Já, vel gert.
Hvernig ertu í dag, Luigi? Ég frábær bara, en þú? Bara, ég hef aldrei verið betri. Hvað er verið að brasa? Ég bara í ræktinni, myndir þú tróði? Það eitthvað mest að lígi sér heist. Nei, í alvegni? Já. Ertu í ræktinni as you speak núna? Já. Hvað, er vörglas á nesinu eða? Nei, ég var í lögum. Það er svoleiðis? Það er svoleiðis, já. Akkur er enginn háaði bakur, enginn tónleitt? Það ég lappaði fram til að vera ekki að tröfla aðra, því ég kann mig. Hvað, varst að pumpa bísöpinn eða hvað varst að gera? Það veit ég ekki. Nei, veist ekki, Ég var bara með mig í þjálfun. Ertu bara röltandi að segja öllum hvað sé fréttum, eða? Já, ég er bara að spjallaði fólk bara og heilsa upp á það, ég sá gæði, sko. Nei, ég er mjög fókuseraður. En það er hrósdagur í dag, Logi. Já. Og við ákomum ekki þig og þú ert félag okkar. Já, takk. Og ég ætla að hrósa þér fyrir það, Logi, að þú ert ekki jafn feitur og þú varst einu sinni. Ó, gott rós. Já, þetta er... Já, ég er aðeins að melta þetta. En byrju ekki jafnfeit, ertu að segja þessi ennþá feitur samt? Nei, þú er ekki jafn feitur og hann var. Nei, ok. Já. Ég með langar ekki að hrósa þér eitt fyrir þættina sem hún gerði þarna. Síðustu. Þeir voru rosalega góðir, held ég. Grjót, haltu kjafti. Ég ætla ekki að hrósa þér, ég vil ekki fá neitt svona sko tilbaka. Eigðu góðan dag, Logi. Bye. Hvað var þetta? Hvað svo uppstökkur? Ég kom með alvöru hrós. Já. Ég sagði að hann var í betra form en síðast. Já, hann hrósaði fyrir þættina hérna. Já. Sem að eru hvergi. Sem eru tilbúnir. Já. Það er free to play. Herru, svo er það hér, ef við ekki að ringja í eitthvað annan. Hvernig viltu hrósa? Mér finnst að Logi, hann kann ekki taka hrósi. Sumir kunni ekki að taka hrósi. Nei, ég veit það, hann fór bara í vörn. Já. Hver kann að taka hrósi? Bit question Dutch. Hvað með Kolbeinsson? Ásgeir Kolbeinsson. En hvað var hrós Ásgeiri fyrir? En bara hrós honum fyrir að vera Kolbeinsson. Ef hann væri ekki Kolbeinsson, þá var engin Ásgeir Kolbeins á Íslandi. Hrós honum fyrir að vera Ásgeir Kolbeins? Hvað veist þér? Mér finnst það aðsnarlegt, en jú, fuck it. Ég menna, hvað viltu hrós honum fyrir? This Amazing Birdie? Er hann með Amazing Birdie? Já, það grínast. Kolbeinsson. Hann er búin að vera einhverþjóðlega núna einhver 20 ár. Þessi aldrei aðeins, bara á nings, alltaf í hátinn. Alltaf sama réttin. Reyndir a perfect human being. Já. Já. Hann sagði bara já. Nå, hvað sagður ekki Kolbeinsson speaking? Já, ég meina... Er það svona sem hún svaraði síman, Ásgeir? Já. Já, ég finnst ekki það held að vera endilega að gefa hverju er hér á hinn endanum, sko. Já, góða punktur þetta. Hérna meginn eru, á þessum enda eru 2 harðir. Já, ég hefði það. Ég meina, ég er búin að býja eftir þessu símtala. Það er föstudagur. Það er fátt skemmtilega að fá símtala og 2 hörðum á þessu. Sko, það er ekkert venjulegt símtal frá okkur í dag. Þú fallega mannvera. Ó. Það er hrósdagurinn í dag. Já, ég bara kveikt leið og sagði þetta. Ég sagði, ok, er það svona eitthvað bara að því bara en síðan. Og það er þetta aðeins niður. Við ætlum að hrósa þér, við ætlum að byrja að hrósa þér A. Fyrir að þú ert búin að alveg págögg. Frábæra págögg. Hvað heitir þetta págöggurinn? Þetta er Jasmín. Jasmín. You're doing one hell of a job þar. Ég sé þig verið með galopinn glugga. Jasmín, hún flýgur ekki út út og hún vill vera heima hjá Kolbeinsson. Flestir fuglar myndu að fljúga út. Það er opið gluggi, myndu fara. Nei, þú veist að, ef þú heitir Jasmín og ert heima á Ásgeiri Kolbeins, þá hefur engan áhuga að fara. Það segir sig bara sjálf. Það er bara svoleiðis. Næst sem við viljum hrósa þér fyrir, Ásgeir, húðina þér. Hún er frábæra húð. Hún er óaðfinnanleg. Ég held að sé ekki maður hér á Íslandi fyrir utan foreldrann sem veit actually hvað þú ert gamall því þú lítur það vel út. Og það væri mjög gaman einhvern tímann að fá að vita hvað húðvörðu þú notar, Kolbeinn. Já, það er ekki verið að skoða það svona inn á baði. Já, ég veit, þetta er bara alltaf mikið svona inn á baði, sko. Talandi um baði, það er einmitt eitthvað annað sem við ætlum að hrósa þér fyrir, Ásgeir. Þvílíkt samansafna vörum þar inni og bara hvernig þú heldur íbúðina þína, það er ekki annað hægt en að hrósa þér fyrir hana. Baðherbergi, þetta er mjög cozy, Ásgeir. Já. Þú hikar ekki það, þó sett bara með einhverja gaura heima þér í grill eða mat. Þú ert búin að hendi í kerti og eitthvað inn á bað. Og ég er ekki að ljúga, Ásgeir, stundu þegar ég er inn á baði hjá þér og er að pissa eitthvað, ég vil helst ekki fara á hann. Og ég ætla að hrósa þér fyrir það. Ok. Stórkostlegt. Þú gerir líka frábæra steik. Já, það er nú annars að hrósa þér fyrir. One hell of a cook. Þú ert alltaf nýkliftur, þú ert alltaf kaffibrút og þú ert alltaf hrein og plús og alltaf austur. Hrós, hrós og hrós. Vá. Og þessi róla sem hann er í Setterbyggjaður. Geðveik. Hún er flott. Hún er flott eftir róla sem ég séð.
Og svona í lokin, ekki skammast þín fyrir þessa grímu sem varst að kaupa þarna. Hún skrítin, en við erum að hrósa þig fyrir hana. Það svoleiðis. Og þessi rennilás töff. Já, hann skemmtilegur, sko. Þannig að, já, þetta var bara svona smá hrós frá tveim hörðum. Líður ekki betur í dag, Kolbænsson? Líður betur, í alveg. Ég myndi vilja að hróstaðu væri alltaf í hverju viku. Já, það enda bara einu svona árið, þannig að það var gott í dag. Vá, ég ætla að halda áfram að hrósa fólki. Haldu bara áfram að vera frábær, Ásgeir, það er sem þú átt að gera. Vá. Bye. Takk. Það var nú ekki erfitt að hrósa honum. Nei. Það var hellingur þar. Við hefðum ekki að halda áfram allan dag. Herru, ef við ekki enda því að hrósa mömmu. Jú, okkur ekki. Það er sko, ef það er einhverna, við Sveppi gáum henni líka sko, gáum henni frí í vikunni. Já. Þannig að hún býst ekki við símtali og það er líka einn kona sem ég vill hrósa. Hvað ætlar hrósa henni fyrir? Ja, hvað ég ekki hrósa henni fyrir? Halló. Mamma. Já. Hæ, Dröti. Já, elskan. Hvað segirðu? Fín. Ekki? Jú. Hvað er að gera? Ég nú bara stættir í að vera plaskætleggja heima. Nó, já, alveg rétt, það er að komi. Já. Herru, já, Þú varst ótt að fara í flug. Já, ég man það, tek á eftir. Já, ég man það. Herru, hann situr hérna við hliðina á mér, hann Egill Einarsson. Ekkert að hringja þættu nú, krakki. 2 harðir. Herru, það er ekkert ástæðalausu sem að 2 harðir hringi í dag. Guð minn góður. Maður aldrei laus við ykkur? Já, þetta verður ekki langt. Það er nefnilega, það er hrósdagurinn. Nú er hrósdagurinn? Já. Ok, já. Það er að hrósa mér, eða? Það er akkurat það sem við ætlum að gera. Ok. Ég ætla að hrósa það bara fyrir að vera, já, A, besta manneskja sem ég veit um. Ó, takk, elskan. B, fyrir að hafa gert one hell of a job í að ala mig upp. Jaha. Og C... Er þetta aha hjá henni? Hvað? Það er eitthvað, þetta var svona aha. Veistur ekkert á þetta, eða? Nei, ég veit það ekki. Af því hún veit þetta í útvarpi. Ég held að þú hafi gert þitt besta bara. Það er ekki takt að gera þetta betur, held ég. Nei, þú ert ekki bara vel gert á mér? Hún áður að redda honum. Er þetta ekki bara vel gert á mér? Jó, ég held það. Já, ég held það líka. Ekki það svipbeldi. Einhver annar er aðlan upp á varnarhrauninu, það er nokkuð klart. Og svo er það C, eldamennskaðinn. Já, takk, elskan. Og D, sexy. Egil, hæ? Já. Ok, þarna fór þetta að vera óþægilegt, en hérna, við ætlum að rosa þig fyrir þetta allt. Þú ert reyndar dead sexy. Já, takk, elskan. Ok, hérna, við ætlum bara enda, við vorum að rosa Ásgeiri Kolbens og Jón Gunnar líka, við ætlum að enda þetta á fallegustu konu landsins. Æ, takk. Bye. Ok, elskan, bye. Þú ert svo mikið dúlluraskatu þig. Já, við þurfum að hafa einhverja góða konu þannig inni. Þetta var rós dagsins hjá, 2 hörðum. Það er bara þannig. Beint á móti mér situr Egill Einarsson, oftast kallaður 2 harðir. Já, af öðrum en okkur sjálfum. Það var hard. Asnalegt að við hefum búið það til sjálfur, eða ekki? Það var hard. Það er á spænsku. Hvað segirðu? Dos hard? Já. Ok, takk fyrir það. Það styttist hér í, við ringjum í Jón Gunnar Gerdal og spurjum hann út í Lemon Party og svo komast strákarnir í Harmageddon hér í spjall á eftir. Það verður í fyrsta sér sem að Logi Frosti Logason og Máni. Þeir eru búin að nöldri í okkur í marga mánu. Megum við komið að þunni. Já, búin að vera að betta svolítið í okkur. Ég bara strákaði, Eitt daginn, við erum búin að lofa. One day. Þannig að ég veit líka að það verður virkilega gaman fyrir þá 2 að fá að koma inn í FM 957 stúdíóið. Já, það er fílíkvæsla fyrir það. Hefur þið séð munin á stúdíónu þeirra á X-inu og okkar stúdíó? Já, ég hef alltaf farið nokkuð sinnum við viðtölarinn. Ég fór hann ennum daginn í smá heimsókn. Það er líka. Það er svona... allt dimmt. Veistu Það hvað munin svartir veggir og það er dimmt og maður svona bara, maður líður illa þannig. Hérna er allt hvítt og bjart. FM 95 Blöð stúdíóið, það er svona eins og sért að fara í íbúðunars Ásgeirs Kolbenssonar. Hún er hrein, hún er falleg, það er birta yfir henni, þú vilt vera hérna. Þú ferð inn í stúdíó hjá X-inu, það er eins og sért að detta inn í eitthvað svona, hjá einhverjum svona goth-úlling sem nennir ekki að þrífa upp eftir sér skítinn og þá þakka fyrir að segja ekki bara rúmpappir að öll gólf. Það er eins og líka eitthvað að kúka á gólf, ángrís. Já, það er rosalega munur á stúdíón og þeir kallir þetta gasklefan. Þeir líka eru hérna ekki jafn léttur við. Nei. Eins og Logi Bergman segja hérna, við erum léttir. Já, bara eins og Valtý Björn. Léttir lúður og kátur. Spurðu mig núna, Egill, hvernig ertu? Spurðu það núna? Já, Egill, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Vó, spurðu þú mig? Ok, en byrja þess. Spurðu mig núna, úr ég Máni. Já, ok. Máni, hvernig ertu?
viltu ekki vera henda í ljós eða eitthvað, ógeð? Ok, Lentu skít. Skilur, þetta munurinn á mér og Mána. Jákvæður, skemmtilegur, aldrei betri. Þunglind. Spurðu mig hvernig ég hef það. Blondell, hvernig ertu? Það væri verið, það væri betra. Spurðu mig núna, segja að vera Máni. Ok, Máni minn, hvernig ertu? Hvernig er ég? Hvað er máli skipti það? Hvernig er ég? Hvað, viltu ekki bara drilla þér inn á B5 og fara að þeita skífu? Já, ég veit alveg hvað þú tala um. Þetta er munurinn. Já, en heldur að Máni sé svona pirraður af því að það er svo mikið svona skitt út í kringu það? Ég meina, það myndi hjálpa, það myndi svona... En þú mátt ekki miskjöla mig, mér finnst þið báðið mjög skemmtileg, sko. Það myndi fá að feminine touch, við erum með the feminine touch hérna inni, út af því að Heiðar Östmann er búin að taka stúdíóið og decorate it. Heiðar Östmann er mjög in touch with this feminine side. Heiðar Östmann kann að reka stúdíó. Það er svolítið. Og hann er yfirmaður hérna FM 957 á meðan að sko Máni og Frosti sem eru, og þetta eru náttúrulega snillingar og ég hlakka til að fá það hérna eftir, en þeir sko, þó þessu skemmtilegir, þá bara kunna þeir ekki að reka stúdíó okkar ennlega. Nei, kunna það bara. Þeir kunna ekki að halda þeir hreinu og hafa það svona létt og þægilegt. Þeir eru ekki með neitt DJ sem er með sömu áhugamál eða. Heiðar er með áhugamál að þrífa og hafa allt hreint. Hann elskar að skúra heima á sér, bara góða feeling, sem er nákvæmlega ekkert að, ég er ekki að setja út á það, en honum finnst það bara æðislegt. Ég veit, ég gleymdi nú hérna bara daginn, þá var ég hérna á 50 degi eða eitthvað með Hjöppa. Ég fekk mér eina Pepsi Max og langlóku. Ég gleymdi bréfinu mínu. Nei, ég var að passa á því. Ég veit, það var bara strax komið inn á... Og sá Heiðar Östmann, fæstu mail eða? Já, það var bara, þú veist, inn á Facebookinu, þá var svona FM 957 starfsmenn með svona grúpu. Og fæstu skilaboð? Hefðu það drepið menn að henda, þú veist, auðvitað fekk ég skilaboð. Verður að passa þetta. Já, ég meina, þetta var my bad. Heiðar Östmann er með eina vinnurreglu. Gaktu frá eftir þig. Ef þú ert með eitthvað drasl, gaktu frá þig. Gaktu frá eftir! Já, Heiðar Östmann er líka með þá reglu, kottu fram við náungan eins og náungin kemur og vilt að náungin komi fram við þig. Mjög góð regla. Ég vildi óska þess að ég hefði 1% af þessu sem hann hefur, þessu einlægni og þessari þrif áráttu og að vera svona fárlega mikið in touch with the feminine side. Ég öfunda Heiðar Östmann. Ég veit, það er eitthvað sem við erum ekki. Veist, hann getur komið með væminn status á Facebook og hann er með skít fucking saman. Hvað kallar þú væminn status? Þú sé Heiðar Östmann statusuna. Já. Þú veist, þér ekki segja, þegar hendur ykkur inn, þú veist, einhver ógiði, ekki afsakið, ekki ógiði, bara, Gerður like að þú brosaði í dag, eitthvað svona? Já, þú veist, hann sendi ykkur status í daginn og ég kastaði upp. Nei. Jú. Þú varst að segja að þú vildir geta gert svona status? Nei, já, út af því, ég lóska þess að ég hefði, þú veist, þetta sama, ég vil lóska að ég sett svona statusinn. Ef ég myndi setja svona statusinn, eins og Heiðar Östmann setur inn, ég myndi fá svona 100 komment og menn bara, ekki leið með þig? Þannig bara mínir vinn. En þú ert bara að fara að segja þá þínum Facebook-vinnum að þú ert ekki að þykkur og harður og segist vera. Hvað mennur það? Þú ert a human being. Já, viltu að henda því hérna? Já, fara að henda því hérna. Hann nota líka svona fílukalla. Hann kemur með status og kannski fílukall á Facebook. Já, hann ykkar ekki það. Ég hef aldrei hendinn fílukalli á Facebook. Nei, ef ég er full þá hendi ég ekki status. Ég ætla nú að fara í sturglaða staðreyndir áður fórum að ræða hér Harmageddon og FM 957. Ég elska Heiðar Östmann samt. Já, Heiðar Östmann er frábær, Þorkild Máni og Frosti líka og þeir eru hérna rétt ákomnir. Heiðar getur rekið mér þetta ekki. Hann geta það myndi vilja það. Hey, veistu hvað hann myndi segja við? Step into my office. Veistu það okkur? Okkur. Because you're fucking fired. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Tveir harðir í FM 95 blöð. His name is Blondell, segir Egill Einarsson þér að hlusta hér á 2 harða þennan föstudaginn 1. mars og ekki bara bjórdagurinn heldur hrósdagurinn líka. Nó framöndan hér hjá okkur strákanum en það er komið Egill að, veistu hverju? Giska, hvað heldur þú sem að fara í? Ég heldur sem að fara í Insane Facts. Það er rétt hjá þér, það er komið að sturglum staðrendum og ég er með, það reyndar ekki surprised, ég skrifaði á Twitterinn hjá þér aðan. Ég lék mér að því í morgun að reyna að velja bara sturglaða staðrendir sem fjallum dýr. Ok, I love it. Já, því ég vissi að þú er ánægð með það. Þannig manneski er ég reyna að gleðja þig. Já, mér finnst það eindislegt. Já, og það eru þínar uppáhaldsstaðrendir, eða ekki?
Ég elska dýrastæðarindir. Ok, þannig að það er kannski ein jafnvel tvær sem hafa komið áður, en það er þá langt síðan, því að það var svolítið erfitt að finna stjörnustæðarindir bara dýr. Ég veist að googlaði samt að þessu. Já, ég ánaði með þig. Ég ánaði með metnaði sem sýndir hana. Já, þetta er bara, veist, ég vil halda það góðum. Er eitthvað panda hana? Nei, pandabjörn, en ég get hent í eina stjörnustæðarindu pandabjörn og vilt. Ég er honum það góður í þessu. Bring it. Ég hef örugglega sagt þér þetta, en pandabjörn þegar hann fæðist, þá er hann minni en mús. Oh, god damn it. God damn it, it's a good fact, man. Hvað heldur það að hversu grútlegt er það? Þegar pandabjörn fæðist, þá er hann bara svona lítill. Sem verður hann stærri en Jaris, þegar hann var stór, sko. Já, hann stækkar, trúðu mér, hann stækkar. Það er líka agalegt, þú finnur bara eitt svona, nei, þetta er náttúrulega svo sjálfgætt, þú finnur bara eitt svona tiny little pandabjörn. Ég ætla að taka hann hamstur heim. Já, það er bara... Kemst ekki inn í herbyggið bara. 400 kíló. Já, en við ætlum að fara hér í stjörnustæðarindir og eins og ég sagði áðan, fjallar þetta eiginlega allt dýr. Hér kemur fyrsta, svín get ekki hort upp í skýin standandi. Þannig að þú ert svín, þá getur ekki litið svona upp. Þú hlýtur það að sökk. Já, þau eru að detta og rúlla sér. Já, ef þið langar að skoða þetta skæði, þá þarf hann vantarlega bara að velta sér yfir á bakið eða lappa upp mjög bratta brekku og sjá þannig himinin. Já, bara henda sér á bakið. Og eru svín mikið, þau getur alveg velt sér á bakið og... Já, þau eru að rúlla sér upp á drullinu og svona. Skítnum, já. Þannig að, sko, svín hafa alveg séð ský, en þau geta, ef þú ert bara svín og þú rölta kannski með rettuna bara og ert bara chilling, having a smoke and a pancake. Reykja svín? Nei, það er ekki. Það væri þá stjörnustæðarind. En þá... Þau geta ekki hort upp. Nei, þau geta ekki gert svona. Nei, þau eru basically ekki með háls sem þau geta leiðið. Það er svo mikið spikina. Það er mjög sérstætt. Já, það eru kannski jafnvel til einhver fullorðið fólk líka sem getur ekki hort upp og þegar þau eru svona... Hakka spiki? Já, heldur það ekki. Já, þá samt var að drullarræktan á grís, sko. Já, það er bara að gera eitthvað. Það eru svara næsta. Rottur, þetta er endar næsta stjörnlega staðarind. Þetta er svo stjörnluð og ógeðslega að ég fekk bara í magan. Rottur fjölga sér svo hratt að á 18 mánuðum geta 2 rottur átt yfir 1.000.000 afkvæmi. God damn it, Gump. Þeir gera það ekkert annað en að vera Já, bakið. þetta er bara á 18 mánuðum að geta, veist, þetta er okkur vandamál. Já, það er greinilega, það segir sér pínu sjálft að í rottu heiminum, það er ekkert verið að skýra og eitthvað svona. Þú getur ekkert munað nöfninu á öllum börnunum. Hvar eru allar rotturnar í Íslandi? Hvar halda það sig? Ég veit ekki, vonandi sem lengst frá mér. Hefur þú séð rottu í Íslandi? Já, ég hef séð rottu. Hvar? Maður oft séð rottu, það ekki? Ekkert oft. Nei, ekki oft. Hvar hefur þú séð í Íslandi? Ég er ekki að tala með í búri eða eitthvað, bara úti, þessu rottalabbandum. Ekki mús. Nei, þegar þú segir það, þá hef ég ekki oft séð rottu. Nei, aldrei. Ég veit það ekki. Ég get lofur um þetta muna. Þetta er svona atrið sem þú gleymir ekkert. Þetta er ekkert eitthvað svona, þá held ég að við séð rottu. Þá hef ég ekki séð rottu í Íslandi. Þú er ekki séð rottu. Ég hef séð rottu í Íslandi. Og hvað er við ykkur að keppna það? Og það var ekki þægilegt. Nei. Ég meinast við mig. Það er ógeðslegt. Það er með svo langt skott. Hvar var það? Það var niður í Smára. Jú, ég hef séð rottu. Við létum fullt af rottum á sveppa í strákunum, alveg rétt. Já, en þá sást ekki, þú getur vorið í sjoppu að náður í Snickers og rotta fyrir utan. Hvaða sjoppu varst í? Þetta er ekki sjoppa. Ég var fullt af Smáran í fótboltana, fífuna, í golfinu. Það var einn bara röltandi þar Ég fekk næstu í hjartátt. Út af því að, þú vissir á rottunum sem var að labba sveppa. Já, þetta var einhverju tilhörnum rottur. Þetta var óvænt. Ég sá hann átt í hotnum. Það er verra kannski. Það er geta fjölga sér. Ég fekk óþæginda svita. Og geta eignast yfir 1.000.000 afkvæmi á 18 mánuðum sem er rosalegt. Svo er það, hestar geta ekki ælt. Sturlu staðrind. Þú myndi aldrei sjá okkur skítunan hest ælandi út í móa. Það get ekki ælt? Nei, get ekki ælt. Já. Það er bara þannig? Já. Þannig að gleipa eitthvað og bara, ég ætla ekki að borða þetta, ég ætla þessu. Samkvæmt Sturlu staðrindum að geta það ekki. Þannig þau eru að hæja öllu sem þið gleipa og sjá eftir að gleift. Það er ekki. Svo er það næsta, sniglar sofa bara hjá í myrkri. Þú myndi aldrei sjá snigil getting lucky bara in daylight. Nei, hann vil hafa slökkljósin. Já. Ég hef einn sem er þannig líka. Já, það er ekkert að því að vilja bara með slögt. Sem eru bara í því. Ert þú svona með slögt típan? Nei. Nei, þú vilt sína your lepsis body. Ég er bara, þú veist, ég er ekki svo sníl. Kannski Já, þú meina þá að þegar hann kemur á byrtunni. Já, byrtunni. Já, svo er það næsta froskar fara í sleik. Froskar í sleik? Já, vágæði verið til að sjá ástfangna froska bara í sleik? Já. Það væri æðislegt að sjá. Já, ég hefði mjög gaman að, en þeir gera það. Þeir eru með líka mjög langa tungu og froskar eru mjög góðir í sleik, svona á grist. Já, og það er líka þægilegt, þeir þurfa ekki að vera ofan í hvorm öðrum þegar þeir ætli í sleik. Meter frá hvorm öðrum. Já, bara eins og það er meter á milli okkar núna. Þú getur verið í sleik. Ef við erum froskar, þá getur ég bara neltað í tungunum og þú bara mætt mér á miðlileipa. Ég myndi þetta ekki fara í sleik við þig, nema ég var búið með einn Heineken.
Myndur þú fara í sleikum eða væri froskur og búið með einn Heineken? Já, það var ég mestarlega. Ok, herri, svo það læst að kettir sofa 16 til 18 tíma á dag. Sturlu dýrastarind. Ég er ekkert annað en að sofa. Nei, ég hef aldrei skilið fólk sem elskar ketti. Nei, þú ert meira dog person. Já, en þú veist ekki, ég hef ekkert á móti köttum, en þú veist okkur eiga kötti sofandi 16 til 18 tíma á dag og... Robert De Niro sagði Meet the Parents að cats make you work for their affection. Já. Sko, og með hund, hann mun alltaf elska þig og koma hoppandi á þig þú kemur heim og alltaf er 100%. Já, það er svo vitlaus. Nefn og veri bara vondur húsbóndi og lemjir hann eða eitthvað, þá alltaf gerir hann það ekki, en þú vart að vinna fyrir athygli. Já, ef þú ætlar að vinna þér inn, the affection af ketti það er vinna. Það er vinna. Ég lofaði því. Já. Altså Jingles var í Meet the Parents. Já, Jingles maður, hann kannast þetta niður og eitthvað. Já, Ben Stiller tindunum og fann annan kött og spreyjaði hann í skottið. Svo það næsta, fíll er eina dýrið sem getur ekki hoppað. Sturlu starind. Það er 7 tonn, sko. Já, þetta er kannski ekkert sturlu starind. Mér finnst erfitt að hoppa því núna ég er 97 kíló, sko. Já, það þýðir að nashyrningar og flóðhestar geta hoppað. Kemur óvart. Flóðhestur, ég hef ekki getað að sé hann fyrir mér hoppa. Nei, það er ótrúlegt. Svo það eru 2 eftir. Finnst þér ekki gaman að vera bara með dýrastarindir? Ég get ekki 20 viðbót. Já, en það eru bara 2 eftir. Froskar rífast. Önnur froska? Já, við erum að vita hellingu froska núna. Þeir fara í sleik. En froskar rífast og verða óvinnir. Sturlu starind. Já, yfir hverju rífast þér? Bara mannskottanum. Hvað sér þau? Rífast þér yfir öllu bara? Já, kannski fór einhver froskur í sleik við frosk sem hann átti ekki að fara í sleik við og þá kemur annað froskur og brjálaði við hann. Þeir fara bara í rifrildi. Já, þeir rífast og verða óvinnir. Og bara hörðu, hoppa þér raskatöður, I'm out of here. Nei, ég veit ekki hvort að froskar segi það, en þeir rífast alltaf. Þú veist, á hverju rífast við ill til dæmis? Já, ok, setjum allt niður þig og ég segi... Hvenær fóruð við síðast að rífast? Good question. Það er kannski spurningin, það er eitthvað sem að froskar... Við erum ekki nóg duglegir í því. Það er eitthvað sem froskar gera það bara líka. Svo er það síðasta og hún er eiginlega hálf ógeðsleg, við viðurkenna. Enda einn ógeðslegri. Já, þú veist, þetta er... Allt í lagi, það er við höndluða. Það fættist geit með manns andlit í Tyrklandi. Það er að frétta þar, maður. Ok. Þetta er eiginlega bara ógeðslegt. Við veitum alveg hvað gerist þar. Við þurfum ekkert að fara neitt nánar út í það. Það þarf engan snilling til að leggja saman 2 og 2 hérna. En hversu vandræðilegt er það ef hann líkist þér? Það er svona bara ekkert svo lík og sigga. Þetta voru sturlaða staðarendir í besta ásökun og síðustu. Hvernig væri nú að hleypa smá spennu inn í helgina og spila í Eurojackpot? Nú stefnir potturinn í 2.837 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Músíktilraunir 2013 verða haldnar í Hörpunni í boði ITR, Senu og Icelandair. Skráning er í gangi á músíktilraunir.is. Það eru útsölulok í Epic, Laugavegi 56. Allur Volcom og Nike snjóbretta og strítvatnaður á 40% afslætti. Erum að rýma fyrir nýjum vörum. Við erum Epic. Þið eruð Epic. Sunnudjass á Faktori. Lifandi djass á Faktori öll sunnudagskvöld frá 9:30. Alltaf frítt inn. Sunnudjassinn slær á þinguna eins og enginn sé sunnudagurinn. Faktori, góðar stundir. Það er gaman að eignast nýjan bíl. Ergo býður 50% afslátt af lántökugjöldum í mars fyrir nýja bíla og bíla með reynslu. Við aðstoðum þig með ánægju. Ergo. Sendu inn tilnefningar fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingu og þakklæti fyrir verk sín. Sendu inn tilnefningar í samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á vísir.is/samfélagsverðlaun. Veitt verða verðlaun í 5 flokkum alls og peningaverðlaun fyrir sjálf samfélagsverðlaunin. Frestur til að senda inn tilnefningar til 14. mars. Fréttablaðið. Allt sem þú þarft. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. FM 95 Blu með ykkur hér á FM 957 og það styttist í þá Harmageddon bræður. Þeir ætla að kíkja hér til okkar á eftir strákandir og við erum eftir að gefa flöskuborð, stuðlag Gilsarans er það eftir líka. Það verður ándýst. Já, ég veit allt það. En... Örðu Blondell. Já. I'm hooking you up. Já, fyrir þá sem að mistu þættunni síðasta föstudag þá ákvað Egill Einarsson að skrá mig inn á stefnumótasíðu sem er alla Skandinavíu, þegar ekki? Jú. Og við vorum búin að skrá minn og... Þetta er líklega, sko, málið er að þú ert mjög vinsæll á Norðurlöndunum. Mjög vinsæll, þar.
voru við ekki líka bull eitthvað þarna? Nei, ég setti myndaðurinn inn á firstdate.com, það er mikið að Íslandingu líka þarna. Og hörðu, og ég eiginlega hugsaði í vikunni, ég var eiginlega fann að sjá eftir þessu. Út af því að ég fæ e-mail í hvert skipti sem einhver sendir þér skilabóð. Já, það er og innhólum þetta er búið að fyllast, Blondale. En það er ekkert bara er þetta ekki bara svona, ef þú ferð inn á svona síðu, þá er fullt af fólki að tjekka, ekki bara svona, þannig sem þetta virkar. Ég setti mynd, já, heldur allir fá 92 skilabóð einni viku? Já, ég hugsa það. Nei, ég get bara lofa það ekki hann. Ég setti myndaðir, þú varst óvinnu huggulegur á þeirri mynd. Hvaða, og hvað, er eitthvað gerast það? Já, eitthvað að gerast. Ertu búin að svara eitthvað? Þú er búin að fá 92 skilabóð. Já, frá hverjum, Egill? Frá konum. Já, ég veit það. Getur þú sagt mér eitthvað, hvað ætlar að gera þá núna? Ætlar að svara þeim eða? Ég ætlar að svara öllum, auðvitað. Nei. Okkur ekki. Bara, þú svara ekkert öllum, þú svara bara eitthvað svona gæti verið. Já, ég menna ekki svara öllum. Nei. Viltu að ég velji úr? Hvað erum við að tala um þarna? Sko, við erum að tala um Blondale, 92 skilabóð í innboxinu. Ég er búinn að ná því, þú ert búinn að segja mig það svona 5 sinnum. Sko, og þetta er allur aldur, sko. Já, ok, hvað er það? Út með 42, 47, 42, 26, 44, 45, 54, 49, 49, 39, 32, 25, 22. Róslega mikið 40 eitthvað. Ég veit ekki það. Hvaða mynd settur á mér? Ég setti bara út mjög svo huggulegur á þessari mynd. Já. Út með eitthvað með hálsmenn og hvítum ból og svona eitthvað á húu. Æðislegt, takk fyrir það. Og síðan þú komið 22, 23, alveg niður í 21. Þetta er ekki, þetta er sko, veist. Hvað er elsta? Elsta er 71. Ok, við sleppum að senda þar. Við erum ekki að vera að fljúa til Danmörku fyrir það. En ef hún er bara fárlega hress. Já, ég meina, mér er sama hversu hress hún er. Ég var alveg til í að kannski einn daginn eignast börn eða eitthvað. Ég held að hún sé ekkert að huga því. Já, þú ert að leita að lífsförunut? Nei, bara, ég veit það ekki. Það var þú sem skráði mig þetta. Já, ég veit það. Hverju eru að leita það? Þú voru svolítið að treysta mér. Það er að síðasta sem ég gerir, það kemur það svona. Ég ætla bara að byrja að bóka það niður núna. Egil, ég er ekki að fara að gigga Evrópu, sko. Þetta er stefnumóta síðan, þú ert að velja einhverja eina. Ég ætla að koma strax að efninu. Bara, hvað segiru? Hvernig get ég kíkt á þig? Það er bara þannig. Ég ætla ekki að fara að eyða ykkur 10 e-mailum og innhjólum mitt fyllist núna næstu vikunar í eitthvað chit-chat. Ég ætla að fara straight to the point. Já, og við getum fundið eitthvað flug. En verður kurteis, þetta er nafnið mitt og andlitið mitt. Auðvitað, ég veit alveg hvernig þú ert. Ég er bara að vera kurteis. Já, ekki eitthvað straight to the point. Nei, ég er bara að segja hvernig ertu. Ég er að fara að kíkja á þig. Það er svolítið. Ég verð svona smá hrókaföllur, kokki, en samt kurteis. Ég er að taka þann gæðan á þetta. En þú treystir mig bara fyrir þessu. Ég lofa þér, Jóðun. Þú eru komin að deyta á hann á stað og en það er samt ekki, nei, ég er að fatta það bara núna, þetta mun aldrei gerast. Veistu það okkur? Af því að þú ert ekki að fara að húka mig upp á einhverju degi, hvað, ég er að fara að fljúa til Kaupmannahafnar til þess að fara á, Joe and the Juice og fara á eitt stefnumótið það? Why the hell not? Ég skal koma með, ég verð bara á hverju kaffhúsi kókina pancake á meðan. Það verður svona hlusta, verður með svona steik Sko, ég ætla að lofa þér að einhver af þessu 92 er pottet íslendingur, alveg 100%. Það er 6.000. Já, ertu ekki eins og að skoða þetta alltaf? Það takk ekki tímaðun, þetta er 92 skilabóð. Já, ok. Og hérna er ég til að opna eina, hérna sem heitir Katrína. Katrína, ok. Danmark. Já, dansk, Sjálf að snúa skjána, hvernig lístur þessa? Já, hún er alveg huguleg. Já, þessi er 25, dökkar, huguleg, hefur áhuga á dýrum, útivist. Hún er ekki líka úr hestum eða eitthvað. Ertu hugað í því það? Hestamannskja? Já, hún er eitthvað. Já, sko, ég á með draum sem er á bucketlistan mínum. Það er að ég sé á hestbaki á þvíleikri ferð og það er fjall við hliðina mér og ég er alveg á 1.000.000, bara að ríða út. Það er eitthvað sem ég vil gera áður í degi, sko. Hörðu, við erum að fara í það. Ég er að senda þér nákvæmlega það. Já, það er ekki fjall í Danmörku. Jú, er ekki Hemmelbæket? Já, reyndar ekki riðið fram með því. Já, frábært. Hörðu, ég hendi því bara þessa núna. Þess er eitthvað, segðu þetta sé draumurinn minn. Þetta er misbúðandi eða hérna. Já. Það er alveg 100%. Ok. Þannig ég ætla að halda áfram að vinna í þessu deiti hérna og ég held að en þú ekki þú ert samt að sína mér áður að gera. Já, ég verð settlur. Já, við ætlum að fara hér í hressandi lag, svo er það Lemon Boy. Við ætlum að spyrja Jóngurna hvort hann veit hvað Lemon Party er og já, við komum betur inn á hérna eftir smástund. Þeir harðið með ykkur hér á föstu degi. Ja, try hard. Hvernig, kanntu að segja þetta á fleiri tungumálum? Dos ard, nei.
Það skiptir ekki öllu máli. Það sem hefur verið að ræða hvað mest í þjóðfélaginu í dag, það lemon. Og það náttúrulega okkar maður. Nonni Plugg. Nonni Tattoo. Hann búinn að vera að plugga eins og vindurinn. Já, ég hef aldrei séð hann aðeins plugg á neinum stað. Nei. Hann búinn að setja standardur á pluggi á annað level. Já, það má bara þakka fyrir þetta sé ekki fyrstu 3 fréttirna bara hjá RÚV. Þetta er út allt. En eina sem ég var að komast að, Egil Einarsson, og ég vissi þetta ekki fyrir að mér var bent á þetta. Veistu hvað a lemon party er? Já, mér var bent með þetta áðan. Lemon party? Og ég sé eftir því að sé þessa mynd því að hún er ekki farin á haustum á mér að það. Nei. Ég held að fara aldrei. Ég held að svona einast myndum sem fer aldrei. Málið er samt að það var fyrirsögn hjá Vísi í gær lemon party á Miklabrautinu eða eitthvað svona. Og já, fyrir ykkur sem að hlusta, það nú örugglega börn að hlusta líka, þannig að ég ætla ekki að fara allt mikið út í þetta. Lemon party er sagt þegar nokkrir svona eldri menn taka sig saman og ákvaða að henda í smá flip, ef að þannig má orðið komast. Þeir eru ekki í fötum og eru að leika við hvort mannan. Smá flip? Já, þessi mynd er bara, hún er brend í hausnum að mér, og já, ok, basically... Það er basically lemon party. Lemon party eru eldri kallmenn að stunda kyn. Já, og fyrirsögnavísu var ekki lemon party. Já, og við erum að... Veit Nonni Plugg ekki hvað lemon party er? Sko, hvort viltu, ég er náttúrulega potið að syngja. Og hann náttúrulega allt vittlust að gera hjá honum. Já. En við erum eigum að spyrja hvort það sé eitthvað lemon party að fara að eiga sér stað. Það viltu bara útskýra strax fyrir að spyrja hann strax hvort það vita hvað þetta er. Spyrja hvort það sé eitthvað lemon party að þetta er inn. Ok. Herru, allir að ringja í John Gunner. Annars skrítið að Nonni Plugg veit ekki, það sé ekki búin að kynna sig þetta. Já, kannski var það ástæðan bara fyrir að hann, fór út í nafnið. Spyrjum hann að þessu. Já, út af þessu? Nei, ég segir hann. En ef hann svarar ekki. Hann geti verið bara á hinni línunni að plugga. Já. Nei, Nonni Plugg! Yes. The Tap Man. The Tap Man, hvað segir þú? Þið er í beinni útsendingu á 2 hörðum. Já, ég er dásanlegur. Hvað vil ég núna? Hörðu? Ég er inn í Hörpu á Ráðstöfni, ég er ekki halla ladd á húninu, út með það. Hvað er þetta að gera Hörpu á Ráðstöfni? Það er ímarkdagurinn. Við erum ekki öll bara að leika okkur í útvarpinu, þú veist, farum fyrir mér rektina, vögnum í hádeginu, skvass, lifta með getrattinu og svo bara í útvarpi, sko. Auðvitað er markasmaður Íslands á Ímark, hvernig látu þið. Takk fyrir að take our call, we appreciate it. Já, það er bara, mín er svo sannarlega ánægðan til höfðingjar. Hvað get ég gert fyrir ykkur? Við ætlum að spyrja þig á Lemon. Já. Verða myndu henda í góð Lemon Parties? Já, alveg beði eftir að grínist að með þið, finna þetta upp maður. Shit, er Sting hættur í pólís eða? Þetta er bara nýjastu bandari sem fundið það. Jesus Christ maður. Er það að skrifa þetta fyrir ykkur í alveg? Gísli Rúnar, hann var döður eða ekki? Ég var að vera fullt af Lemon Party-tíma, ég er búin að ringja på Hrafnistu og búin að læna fullt af Lemon Party-tíma. Hvað er að ykkur í alvörunni? Þið eru bara kostir í down, ég get fucking svarið það, sko. Við vorum að spáði, ég var í geðvendinni gott Ég veit að þið tveir, með að myndirni sem eigið vinninu alltaf hendur á veggi hjá það fyrir að hænga eitthvað, að þið tveir væri 100% til í Lemon Party. Já, ég heyri strax að þú veist hvað Lemon Party er. Já, tveir harður á Hrafnestæði góður Lemon Party, það er, hver vill ekki hlaða það í gang. Hvernig er það, Lars? Ég er dásamlegur. Jó. Það er bara fyrst á fyrirlestar í morgun, eigandi Joe and the Juice sem veit meira sér af Lemon Plugginu, þannig að Pluggi fara að ná yfir Atlantslæðið. Það er ekkert annað, er hann til í gott Lemon Party með okkur? Já, ég veit ekki, þú getur svo að ringja það eftir. Þetta samt sko að því að þú, eina sem hefur að hugsa núna í gangunar, og nú erum við ekkert að fýblast. Það er enginn á Íslandi sem getur haldið að gott party og þú. Rétt. Svo áttu stað sem heitir Lemon. Þannig að hver geti haldið betra Lemon Party en ég? Enginn. Shit, þú fannst þetta bara út sjálfur. Þú er bara svo gæn í Beautiful Mind. En hvenær opnar Lemon fyrir almúan, John Gunn? Lemon opnar föstudaginn 8. mars kl. 7 morgunni sharp. Nó, bara eftir viku? Það er bara eftir viku, þá er D-Day, sko. En ég fór í smakki árum daginn og það var delicious. Takk fyrir það, John Gunn. En það voru sexy gæjar að vinna þarna.
En það var ekki eitt sköllóttu gæi. Varstu ekki búin að lofa með því? Er þið einhver þunnærður þarna? Jú, ég segi mig það, ég held að sé eitt sköllóttur að fara að vinna. Hann er flúraður í drast, hann er ekki alveg mikið sveit og þú, en hann er að fara að vinna. Já, ok, þú varst búin að lofa með því? Já, ég lofaði. Það er ekkert nóg að dóttir bubba sig þarna þó að hann sé sköllóttur, þá er einhver að vera þarna sem er sköllóttur líka. Já, ég veit það. Þið voru að fíla þetta maður. Já, rosa gott, mjög gott. Og ég laka til að halda á einu góðum djús frá þér, góður í samloku í góðu lemon party. Já, takk fyrir. Herðu, farið með ráðstöfnuna. Bye. Hann alltaf vissi hvað þetta var. Já, heyrður, sko, ég hef aldrei fengið jafn mikla gusu í andliti og þegar hann talaði 2 mínútur straight. Þegar við spurðum hvort hann var að halda gott lemon party. Hann var bara reiður. Hann tók bara svona 40 frasa í röð. Það er eitthvað sem segir mér að fá að heyra þetta oftar, John Gunnar, hann þarf að búa að sundi það. Já, en við verðum nú svona þó að þó þessi gaman að stríða Jón Gunnar, það verður nú rosa stanum. Þetta var virkilega gott. Ég lagt til að fara að þetta viku. Þetta var Jón Gunnar Geirdal og hann veit hvað lemon party er. Lemon boy. Lemon boy. Shake, það er eitthvað sem þú verður að gera. Nú hóðarðu í hóp, setur upptöku í gang og postar þínu Harlem Shake myndbandi á Facebook síðu FM 957. FM 957 og Stimról veluna besta myndbandi. Það er aðeins ein regla. Stimról þarf að koma með einhverjum hætti fram í myndbandinu. Leikstjóri flottasta myndbandsins fær að launum glæsilega Samsung NX100 myndaðir frá Ormsson Lámúla 8. Og allir sem koma að myndbandsgerðinni fá byrðir af Stimról tyggjó fyrir utan þá frábæru skemmtun sem þetta verður og Prins Polo í kaupæti. Fáðu Stimról tyggjó og komdu í Harlem Shake. Fylgstu með á Facebook og FM 957. Er ekki komin tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimról tyggjó. Núna í bókum. Samsung NX100 með skiptanlegri linsu. Ein af frábærum Samsung myndavélum. Samsung setri, síðumúla 9. Frá þeim sömu og færð okkur hangover kemur partymynd ársins 21 and over. Get down immediately. What are you doing, sir? I think he's getting down. Drepfyndin mynd sem þú vilt ekki missa af nú í bíó. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Fatnaðinn, gjafirnar, veitingarnar, skreytingarnar og margt fleira. Úrvalið er endalaust. Kringlan, af öllu hjarta. Í kvöld mun reggisveitin Oi Barasta halda tónleika á Hressó og mun leika ný lög í bland við lög af samnefndri plötu sinni sem kom út síðastlið haust. Ekki missa af Oi Barasta á fríum tónleikum á Hressó í kvöld klukkan 11:30 í boði Víking Léttöl. Það er gaman að eignast fyrsta bílinn. Ergo býður 50% afslátt af lántökugjöldum í mars fyrir nýja bíla og bíla með reynslu. Við aðstoðum þig með ánægju. Ergo. Geimstöðin er flutt í skífuna í Kringlunni. Að því tilefni verða rosalega opnunartilboð í gangi helgina. 30% afsláttur af spiluðu leikjum alla helgina. Geimstöðin borgar 50% meira fyrir gömlu leikina þína þessa helgi. Coke Zero gefur þyrstum að drekka. Geimstöðin er komin í skífuna, Kringlunni. Þau eru mögnuð, marstilboðin í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Smirnoff kynir Bloodgroup á Bar 11 laugardagskvöld. Ekki missa af þessu kvöldi. Smirnoff á Bar 11 verði ykkur að góðu. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. 95 blöð á FM 957. Tveir harðir með ykkur á föstu degi nema, já það má heila segja að séu 4 harðir hér í stúdíónu núna í fyrsta sinn. Síðan ég byrjaði með hann þátt að þá er þið mætti til okkar Harmageddon-strákar. Annar þeirra heitir Máni og hinn þeirra heitir Frosti. Verið velkonir. Góðið öll, sæl og blessuð. Takk fyrir. Við viljum bara þakka fyrir að fá að koma inn í þáttinn FM 95 blöð. Já, það er akkurat svona sem á að segja. Ríkur heiður fyrir ykkur strákarna. Þá loksins að koma. Við erum búin að grenja okkur núna í marga mánuð. Já, við erum lengi búin að vilja komast í þennan þátt. Það er ekki oft sem að þið eru í þessu stúdíói, strákar, FM-stúdíónu. Nei, það er einstaka sinnum, sko, við vorum einu sinni með starfsmann sem átti með erfitt með hægðir og við fórum yfir og rúlum stólum hans hingað inn fyrir, sko. Já, ok, og geymdu hann skiptum alltaf reglulega, sko, þú veist, þegar stólinn okkar var fann ánga þá fórum við inn og skiptum með stól. Það er ekki fallega gert það, okkur, Jú, við
Ég finnst það ekki fallega gert. En eru þið með í stúdíun eitthvað mynd af Brynjari Má Sjáu þið núna, það er Brynjari Má og Rikka G. Nei, þetta, ég ætlum að segja að þetta er munurinn á X-inu og FN957. Það er þessi árátta til að vera með myndir alltaf að sjálfum sér, sko. Nó, haldið þið það? Sjá sjálf ykkur. Ég ætla ekki að vera að segja þetta ykkur, sko. Ég veit, þú ert nú frekar hóvar maður. En sko, það er þessi árátta að vera alltaf með sjálfsmyndir út um allt. Þú veist, það er meira að segja þetta fyrir utan stúdíu, fólk sér það ekki. Þá er tölvuskjár sem kemur með myndum af öllum starfsmönnum. Í alvöru hverju sinni? Ég veit það, en málega þeir eru sexy strákarnir sem vinna og þeir vilja sína það. En hvað er komið hérna? Hérna eru, þetta er eitthvað svona úr lögum og svona. Lífið er yndislegt, ég skæri mig hjarta með skeið sem er nú eftir þig. Já, ég get allt, ég er tvítur í dag, mamma byggla alltaf munni, þetta er eitthvað sem Heiðar Austmann er búin að vinni. Þetta er bara eitthvað koncept, þið eru ekkert með svona. En við erum nú alveg hreinskilnistrákar. Þegar þið hlustiði aldrei, er engin lög á FM sem þið fíli. Ég veit að þið eru rockarar, en ég menna hlustiði ekkert á R&B eða rapp eða neitt frosti. Ég fíla Ríhönnu, en ég hlust á hana bara á YouTube heima á mér, ég stilla ekki á FM til þess. Ég veist Jay-Z til dæmis vera alveg bara flott svaluna. Þannig að þið hlustið alveg eitthvað tónlist og síðan finnst mér Frikki Dór til dæmis frábær tónlistamar og Unnur Eggerts er mjög fín og Jón Jónsson. En þau eru allt skjólstæðingar mána, já, umbóðskrifstofunni Prime. En King Pitbull? Það kom bara það. Ég er náttúrulega fyrir algjörlega, ég ætla alveg að segja það, bara þetta er frá minn dýstjárðarinn. Það er eitt mesti viðbjóð sem ég hef á æfinni. Það er ekki lagi með því. Það segir ýmislegt sko bara brenglað skinn manna að hafa gaman að þessum viðbjóð. Ok, Reino og Me er ekki með nema 391 miljón views. Það er með salsakongin Mark Anthony með sig. Það segir okkur 301 miljón fábjónar, skilur, það hefur ekkert að segja. Ég á svona miljón views að þessu. Ég er svona meiri hlustun en X977. Það er samt, þú veist, vita það allir að X977 er miklu betri útastöð. Ég er milliverun á okkur. Mér finnst hann ekki skítur, hann Pitbull, en mér finnst hann ekki æðislega eins og Hjöppa og Agli. Nei, en þeir Hjöppi og Egil, sko, þeir líka elta allt sem er svona vinsælt, sko. Þá eru þeir mættir á það og eru bara eitthvað, já, þetta er bara, þú veist, ef einhver gæir að verða frægur, sko, þá hoppa þeir á hann, sko, og gera hann að vinna. Ég byrjaði að elska hann áður en að vera celebrity. Nú var hann the shit í dag. Býtu, áður en að Pitbull, hvernig vissið þú hver Pitbull var áður en að verða celebrity? Ég hlustaði á Reino og Me þegar var einn búinn að hlusta á það. Nú er 391 miljón views. Þú varst að þjálfa hann í engaþjálfunni. Já, ég verði að gefa Agli það. Egil kynnti mig fyrir Pitbull, þá vissi ég ekki hver það var. Nákvæmlega. Þannig að við verðum að gefa hann það. Ég veit ekki ennþá hver þetta er, þannig að þetta er meistari. Hvað heitir þessi lúðir, svona í alvöginni? Hann er eitthvað Carlos Sanchez, hann skuttar bara niður í Pitbull. Fílíkur höfðingi. Er þið meistararnir? Ok, þeir eru að færa ykkur á mótnan núna á Harmageddon. Og Máni er nógu pirraður klukkan 3. Hvernig það að vakna 6:30? Það er með það sem ég ætla að ræða. Það eru breytingar í Harmageddon núna. Hvað verður Máni? Nei, Frosti, veldur þú mun höndla þetta? Já, sko, Máni er yfirleitt mjög pirraður náungi. Já, ég veit allt um það. Ég held að það get ekki verið mikið verra þó við færum okkur tíma á sólarhring. Ertu morgunglaður, Máni? Já, ég er það. Áttu létt með að vakna? Nei, ég er það að djóka. Það er bara, þú veist, það er ekki gott að vakna. Nei. En ég er meira hugsa að reyna að sofa ekki þarna, sko, milli 12 og 6. Að reyna bara að snúa sólarhringinu við, sko. Já, það er létt, það er þægilegra. Ég held það, sko. Ég var að vinna í bakari einu sinni, sko. Og þá, veist, þú verður að leggja þess að þú kemur heim. Annars er allir dagurinn ónýttur. Já, ég held nú samt að við félagarnir, sko, reynum nú að fara bara í fjallgöngu eftir 10 eftir þá. Já, ég meina þið vakna ekki 6:15, mættir hérna 7. Ég er að vinna með 20 engaþjálfurum sem vakna allir 5:15. Þeir leggja sig aldrei, sko, þannig að þeir lúta að geta... Nei, þeir eru líka á einhverju koffeindrykkjum sem eru bara ólöglegur alla Evrópu. Sprautuna í raskatinu. Hei! En hvenær byrjar Harmageddon sem morgunþáttur? Það er á mánudaginn. Já, bara strax á mánudaginn? Já, og frá 7 til 10 verða breytingar? Nei, ég held að verða ekkert mikla breytingar, sko. Nei, það er einhverjar, sko, en það verður ekkert svona neina heilstæðir. Þetta verður sami þátturinn, bara aðeins að þessi, kannski lengdir á viðtölum og eitthvað. Já, við verðum öruglega ekki með svona, kannski einslöng viðtöl, sko. En þetta verður áfram þáttur fyrir ungt hugsandi fólk. Það verður gaman að hlusta okkur leiðin í vinnuna, því að ég var alltaf að hlusta á Magasínu leiðin í vinnuna. Alltaf. Það eru Magasínu hættur. Magasínu hættur. Það er ógslag þægilegt að fá einhvern svona þátt sem vægir, þetta er gott vægi á milli. Magasínu hættir og Harmageddon komur á mótana. Það er einmitt þessi ástæði fyrir því að við förum tölvöld í loftið er út af Magasín. Það voru alls konar staðrindavillur og vitleysar sem þú voru að segja hérna í loftið. Og þú veist, ég var að keyra strákið minn í skóla til dæmis og þá var alveg, sko, Pétur, það sem þau voru að segja í þessu þætti hérna núna, það er ekki rétt, sko. Já, ég man, einu sinni heyrði þennan þátt, bara eitt skipti. Þetta var fyrir, ekki var rækna með Magasínu hérna FM. Þá var ég að keyra út á Keflavíkurflugvöll, Estum á morgun og tilbaka og
og þá voru þið að tala stjórnmál aldrei svo vant og fórum með voru að tala Schengen-bandalagið eins og þau kölluðu. Schengen, já. En það er kannski vita það ekki allir hlustundur FM 957 að Schengen-bandalagið ekki til, þetta heitir það Schengen, en þeir voru með alls konar skoðanir á þessu bandalagi. Já, akkurat. Já, en þú veist, eitt sem við þurfum að passa ykkur á strákar, sko, ekki drullið Brynjar Már on my watch. Nei, það er nákvæmlega sem ég ætla að fara að segja. Nei, við vitum náttúrulega að þið voru skólabræður og útskrifuð saman. King Brynjar Már, það er ekki drulliður hann í þessu stúdíu. Nei, og ekki okkar þætti. Það er topp maður. Nei, ég veit að þið hafi náð vel saman og eigi margt sammeilegt. Það er allt topp fólk. Þið eru svona algjör famil, en þú veist, Pitbull er náttúrulega mjög svipuð músík hann og Brynjars Márs. Og það er svona ef ég skilja ástriðið þín á. Þegar ég spila tónlist sem ég fíla á ælir Egill og það eru samt lög sem að heyrast nú reglulega XM 977 en eins og við vitum sko, þú veist, þá er það náttúrulega rétt þú veist, það eru lög sem sko eru alveg XM 977 og svo við náttúrulega erum oft meðrið á ganginum og hefum alveg getað haft þig hjá okkur sko, þetta hefur marg oft talað þá er þátturinn heitir XM 9 blöð blöð já, en þú veist, eins og þú hefur marg oft sagt við okkur hérna á ganginum hversu sko ömulegt það er fyrir því að vera hérna á FM ég hef aldrei verið ekki að ljúga upp á mig hérna í þessum þætti ekki hlusta á þetta en ég viðurkenni, ég lakka til að hlusta á okkur strákar frá 7 til 10 Auðun hefur vita músík alla virka mótna við kann frekar vera með hugsandi fólk ég skil aldrei hvað hann er að hanga hérna í þættin hann hefur enga vita músík ef þið hlustuð eftir strákar þá getið heyrt stuðlega hans skils það er fárlega gott í dag hvaða stuðlega ertu með vita þér hvað þetta er? Það heitir Prey og Emilasco það verður ræðislegt það er hér eftir að elska hér rétt á það ég held að lag sem þetta lýsa þér verða hérna Geibar með hérna hljóðstýring Harmageddon á X-inu frá 7 til 10 á mótana tekja þið stráka virkilega gamla fókur takk fyrir að fá okkur Nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cabs still. Think about the girl in all leopard who was rubbing the wood like Kiki Shepard. 2 tattoos, 1 red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep, but we probably spend it all cause the pain ain't cheap. Egill Einarsson og Auðun Blöndal með ykkur til 6 í dag hér í þættunum FM 95 blöð. Þökkum strákunum í Harmageddon, kærlega fyrir komuna. Alltaf hressandi að hitta þá. Skemmtileg strákar og hvetja alla til þess að hlusta á þá á mánudaginn. Já, fínt að fá hérna skemmtilega málgóð. Það er alltaf böggum að þeir séu á sama tíma og við. Mér er gaman að hlusta á þá. Já, þeir eru hressandi. Og hérna, þannig að já, endilega tekja á því kæru hlustendur. En Egill, þú ert oftast bara að stríða mér hérna í þessu þætti. Ég er ekki ofta að stríða þér. Vist erstu ofta að stríða mér. Þú ert búinn að skrá mig inn á einhverja date-síðu og... Það er ekki til að stríða þér. Varst það að koma mér út á eitthvað stefnumót og eitthvað? Það er bara út af því að þú ert a real man og... Já, en allavega, þá ætla ég núna að fara yfir hérna lista sem að ég var að sjá hérna á FM-preppinu og ég ætla að spurja þig líka bara hvað, þú veist hvort það sé eitthvað til í þessu. Listin heitir 10 things every woman should know about her man. Okay. 10 hluti sem konur ætti að vita mannin sinn. Og ég ætla að spyrja þig og þú átt að segja mér núna þessa 10 hluti þig. Nú ertu bara aðeins að opna þig. Ég veit þú ert rosalega harður. Núna vill ég bara fá að heyra. Það er að segja sannleikan alltaf. Að sjálfsögðu. Það bara komur út í þetta. Ég ætla að byrja fyrsta. What makes him feel needed? Hvað fær þig til að vilja vera... Þetta er ekkert svar, það er ég að svara. Já. Það er ekki lagið með þig. Ég er að spyrja þig. Hvað er það sem fær þig til að vera eftirsóttur? Jésús. Það fær mig til að vera needed. Er þetta á ennsku? Já. Lestu þetta á ennsku bara. What makes you feel needed, Egill? I feel needed... I need it? Já. Þetta er damn good question. Ég er ekki viss að maður getur nokkuð maður að svara þessu. Nei, ég skal gefa það. Þetta er erfið spurning. Þetta er erfið spurning sem ég fengi. Hvað? To feel needed? Nei, bara verður... bara þegar þegar bilaði eitthvað heima. Já. Þú veist, og ég þetta bilaði hérna.
Það þarf að laga þetta drasl. Já, þú ert hjálp. Já, þá líður mig, já. Ok. Sem fara aðstóða. Hvað færði þig til að slappa af? Hvað færði mig til að slappa af? Já. Bara þegar ég... What makes you relax? Ég dempa ljósin heima. Já. Hendi mér upp í sófa og síminn á silent. Já. Sný honum við á borðið þannig að ég sjá hann ekki blikka og hendi einhverju glænýri mynditækið eða einhverju gamalli eins og Shawshank. Klassik einhverju. Já, það hjálpa þér að slaka á. Ég slaka þannig á. Ok. Hvað talaru oft fyrirverandi? Tala ég oft fyrirverandi? Þetta er eitthvað sem konan á að vita þig. Það sem hún á að vita? Já, þig. Hvað talar oft fyrirverandi kærustunni hennar? Nei, ég er ekki mikið í því. Nei, hvað áttu marga fyrirverandi kærustur? 2. Já, eins og blöðmaðurinn. Já, en ég held að það sé bara náðast aldrei. Já, hún talar lítið þær. Já. Ok, svo er það næsta. Hvort ertu örfhendur eða rétthendur? Rétt. Já. Á hún að vita, þetta sem hún á að vita mig. Já. Hlýtur að vita þetta. Já, þetta er mjög villust. Svo kemur þetta, hvernig fær hún þig til að opna? Hvernig fær hún þig til að opna þig? Damn it, Blondell. Hver var að senda þér þetta ángríns? How to get him to open up? Þetta er spurninga fyrir Heiðar Östmöld. Já, hvað? Hann var núna all in. Hvað færð þig til að opna þig? Ég veit það ekki. Couple of brewskis eða? Ég myndi segja svona frekar svona kringu 20 brewskis. Ok, bara næstu. Ég ætla að gefa þess ég sé það bara. Ég sé þegar hún byrjar að svitna þig líður illa. Mér líður illa núna. Ok, þá er það næsta hérna. Stundum þarfst þú að taka óþægilegu leiðin í þessu þætti. Já. Það er alltaf ég sem lendi. Takk með að vara mig við ef við erum að fara í þetta. Ég var bara að fá þetta sendið það. Okay. Hvað er your turn-ons? Hvað kveikir í kallinn? Það er gott fyrir hann að vita. Hvað kveikir í kallinn? Má segja það í útvarpið? Hvernig það virka það? Damn it, God. Hvað kveikir í kallinn? Ég finnst þetta vond spurning á gríns. Ég er samt að reyna að gera hann að byrja flippa með að segja hvað kveikir í kallinum. Hvað kveikir í kallinum? Já. Bara... Jesus Christ. Velvaksinn, huggulegu kvenmaður í þröngum jóka-æfingaböksum. Ok, glæsilegt. Svo er það hérna, svo er það næsta. Hvað fær þið til að vilja hjálpa fólki? Hvað fær mig til að hjálpa? Ég vinn við að hjálpa fólki. Já, ok. Þetta er besta svarið þitt í þessu rugli, ég skal gefa þér það. Þú ert að hjálpa fólki, þú ert að hjálpa að komast í form. Uppáhalds íþróttafélagið þitt? Breiðablik. Er það freka Breiðablik heldur Manchester United? Í alvörunni? Hvort myndur þú freka vilja sjá, hvort værið til að sjá Vítids lifta dollunni eða Breiðablik lifta dollunni? Breiðablik. Vá. Ég var að segja af hverju. Ég sé United lifta dollunni 100 sem. Þeir gera okkur einu því svona. Já, það var ekki Blikandi meistari 2010? Ég veit að United lifta dollunni núna í mæ. 100%. En Egil, förum aftur í the juicy stuff. Jesus, hvað? Hvað særið þig? Jesus, það særi mig. Erum við í þessum lið? Hvað særi tilfinninga Gilsaras? Að ég er að reyna að fá þig hans til að opna þig. Hvað særir mig? Já. Hvað særir mig? God damn it, that's a good question, maður. Hvað særir mig? Hvað stamaru? Svaraði bara spurningu. Ég verð að reyna að finna eitthvað. Er ekkert sem særið þig? Hvað það er? Ég er með harðan skráp. Já. Mjög harðan skráp. Það þarf að vera virkilega vondur til að ná því. Það þarf að vera eitthvað alveg nasty. Það þarf að vera eitthvað fucking grjótart. Já, þannig að það er fátt sem særið þig. Já. Og ætlar ekki að svara þig. Ég bara veit ekki. I'll get back to you. Svo er það hérna síðasta. Hvað er þetta margar spurning? Það voru tíða. Síðast en ekki síst til. Er það mammas boy? Þetta mammas boy, já. Já, mömmustrákur. Ég mömmustrákur. Þetta var, mýgri hliðin á... Þetta var sko núna, það sem er að gerast núna, Blondell, að við erum officially hættir að nota hluti af preppinu. Það er sem er að gerast. Það er þannig. Og hver er í því að safna þau saman? Þú varst bara að opna það að stila fyrir hlustendum. Hver safnar þau saman? Ég hugsa þessi margir að núti mjög ánægðar að heyra svona intimate stuff um þig. Það á að reka gæjan sem safnar þau saman. Þetta var mýgri hliðin á Agli eina sinni. Ég veit ekki með ykkur, ég hefði gaman að henni. Takk fyrir að opna þig. Við ætlum að halda áfram með þetta næsta föstudag. Það var frábært. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai?
Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Túborg kynnir hljómsveitin Oyama á Bar 11 í kvöld. Túborg og Bar 11 verði ykkur að góðu. Gjafakort Smáralindar tilvalin fermingargjöf. Einföld og frábær. Sjáumst Smáralind. Frábær aðstaða, frábær félagskapur í CrossFit. Nýttu þér fría pröfuæfingu. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Tveir harðir í FM 95 Blö. I know you want it. Og einn mjúkur. Við erum með mjúkan gilsara hérna í stúdíónu þennan föstudaginn og ég fílaði það. Ég hefði gaman að heyra það opna eins. Þetta búið, þetta FM Prep blaðsíður sem kemur með þessu út og ég kveiki þið næstu. Nei, þetta ekkert allt eitthvað svona. Næst fer þú í eitthvað svona yfirræslu. Yfirræslu þið svona. Þú ert alltaf við, þú hefur rúllað þessu. Ég rúllað þessu? Þú hefur svarað bara einlægt og þú veist, þú myndir... Nú, varst þú ekki að svara einlægt það? Jú, þetta bara mjög erfitt. Já, það varaði mikið svona við. Þá fyrir ekki að renni við spurningarnar áður. Því að það bullað eitthvað. Þú hendur þessu á mig on the spot. Já, þá eru dottið einhvern brandarakall og farið að djóka með þetta. Ég vildi bara fá hreinskilni frá þess. Ég reyna að huggja upp hérna. Ég væri ekkert betri en þú að svara þessu, sko. Ég var að fara yfir þetta. Þetta eru svolítið óþægilega spurningar. Margt annað svona bara steikt, sko. Já, þetta er mjög erfitt, sko. Já. Það bara hannig, en ég, þú veist, gerði minn besta. Akkurat, og við fengum að kynnast þér betur þarna. Ég hugsa, hlustendur hafi bara haft gaman að ég veit ekki hvað átt að væla. Já. En, hérna, að öðru. Erum við að fara í það sem ég heldur sem að fara í það? Já, sko, það sem að gerast þér, að nú, hérna, keyrðum við okkur í eitthvað ömulega spurningar, þannig að við erum bara að keyra okkur yfir í stöðulagið. Já, stöðulag gilsarans. Já, það sem að fara í núna. Ok. Og að segja hvert erum að fara, við erum að fara til Belgíu núna. Ég elska belgan, ekki mikið á Þjóðverjan, en belgin, því líkið fagmenn, sko, belgar, hollendingar og Þjóðverjar, þar á ég að vera. Sem sagt, stöðlagið kemur frá Belgíu? Já. Og þetta er hljómsveit. Já, þú sagðir aðan, hvað sagðir þeir voru hérna að harma að geta? Lasko? Nei. Já, Lasko. Og málið að kannast allir við lagi hérna Something með Lasko. Og mér vinnst alltaf neins. Kannast örglega ekkert allir. Jú, mannstu, það var eina sem að spila FM-inni þessi. There's something you wanna tell me. Já, það er þetta gott lag. Já, það er Lasko. Spilum það? Nei, við erum ekki með það, við erum með Prey. Já, ok. Og... Ég er að spila Lasko, það var allir heyrt það 100 sinnum. Ok. Við erum með Prey. Prey, og Prey með Lasko og eitthvað meira sem þarf að tilkynna hérna? Bara, það er 1. mars, febrúar búinn. Í guðanabænum, hérna, hækkið í græfunum, opnið eitt korona og hallið ykkur aftur og... Það hefði aldrei til ekki verið að hvetja fólk til að vera að drekka hérna fyrir þettinum. Væntanlega það hafa aldrei til og það er að taka það alltaf fram með það. Ég ekki segja... Þú komið á... Nei... Jæja, svona byrjar þetta. Ekki segja nei strax, það var að byrja. Ángríns. Þetta er Lasko með Prey. Nei. Hæ? Með Prey. Lægið heitir Prey. Þetta er ekki Lasko með Prey. Ok. Þetta er lægið Prey með Lasko. Þessi byrjun fær mig til að vilja. Lægið heitir Prey. Söngkonan er ljósarð með Tramp Stamp. Hún sagði Prey on my knees. Prey on my knees, já. Það er fallegt lag. Það er sem flesti gera. Fallegt lag með, sko... Allt annað fallegt. En vonandi hefur þetta komið einhver með stuð. Við kláruðum lagið, þannig að þú getur ekki vælt eill. Nei, ég var að hrósa yfir það, Blandi. Þú kláraði lagið. Já. Þú ert að sína þarna framför. Já. Út af því að vanlega slekkur allt á þig þegar halnað. Já. Þakka þið fyrir þetta. Það var lítið. Veistu ákveður að gera það? Því að hróstaður. Já, takk. En ég ætla samt ekki að hrósta þig fyrir þetta lag, Amal. Það er ekki í þig þarna. Það er bara okkar að vera hress. Já, það var bara eins og eitthvað að hlaupið upp í. Já, út af því að það er föstudagur og það er nýr mánuður. Já, það er reyndar, ég ætla að óska öllum gleðilegan mars. Óskar að fá útborgað. Já, ég er ekki allir í fantaskapi bara í dag. Veistu hvað ég er að pæla? Veistu hvað ég var að fatta? Hvað varst að fatta? On them blonde aisle. Nei, hvað varst að fatta? Það er mánuður frá því að ég var með stuðlaugin. Það var 1. febrúar, það er 1. mars í dag. Já, þetta var náttúrulega stuttum mánuður.
Þú varst að segja að febrúar hefur verið viðbjóðslegu mánuð, samt varstu með stuðlaugin og allt. Já, hann byrjaði mjög vel. Ég sagði ekki að það er viðbjóðslegu mánuð, ég sagði bara hann er búinn, hann kemur aldrei aftur. Nei. Og það er mars sem er miklu betri mánuður, síðan kemur apríl sem er good shit, síðan kemur mæ sem er frábær. Já, svo kemur júni sem er aðeins. Júli, ágúst, það er bara stuttbuxur. Síðan kemur seft viðbjóður, ótt viðbjóður, ógið, desæði. Nei, desæði, jólin. Já. Treftum mikið með þetta jóladótt. Það er æði. Jólalög, jólaseríur, traffík, flautandi. Egil, ertu í alveg byrjar að stressa það á jólatraffíkinni 1. mars? Hefur ekki bara leifa árin að líða svona áður að ferða að væli við því? Það er komið að lokum hér hjá 2 hörðum í dag. Það er búið að fara yfir víðan völl eins og alltaf. Hvernig er helgin hjá Den Störe? Good question, Dutch. Já, ekkert búið að plana? Ég er að læna upp. Já. Ég er svolítið að læna upp. Það er United á morgun og sama tíma og United er Real Madrid Barcelona. Það er El Clasico á sama tíma. Já, það þýlir veistláð með United á einu skjá, El Clasico hinum. Já, sammála. Og síðan er ég að þjálfa eitthvað í þeirra máli og rífa sér handleikina líka. Ok, ætlar gilsarinn að party? Ég veit það, ég er ávara heilsfylgi. Já, ok. Ég ætla að fara norður yfir heiðar og hlakka til að hitta fólk þar. Hvað er fólk að hitta þar? Ég er að skemmta Sauðárkrók í kvöld. Og svo er það gaman fyrir Sauðárkrókslingarna að fá their loved son. Já, svo erum við á Akureyri á morgun við Sveppi, þannig að það verður stemming líka. En við þökkum bara hvað sér það? Heimsóttu stelpunarna sem fórst hann að ætla að fara að kissa og hún torðir ekki. Kláraði það dæmi núna? Manstu? Við sýndum við á daginn? Já, hún er flutt þegar ég var 15 ára. Já. Hún er flutt söður. Það er svoleiðis. Já. Það er engin á Sauðárkróki lengur sem að ég... Það er allir farnir að það. Nánast, sem að fólk á mínum aldri. Og basically að segja þetta sé a piece of shit place. Nei, þetta er bestist staður bara á Íslandi. Hvað fara allir þá? Hæ? Hvað fara allir? Fólk fyrir háskóla og svona og söður að vinna og bara misjamt. Ok. En ég hlakka til að hitta Sauðárkróklinga á eftir, en það er komið að lokum. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Egil, takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn. Við sjáumstu eftir viku og við heyrumst aftur á mánudaginn kemur, kæru hlustendur. Takk kærlega fyrir hlustunna og eigiði góða helgi og fariði varlega þennan bjórdaginn. Í kvöld mun reggisveitin Oi Barasta halda tónleika á Hressó og mun leika ný lög í bland við lög af samnefndri plötu sinni sem kom út. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítarhing verðbólgunar. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur. Geimstöðin er flutt í skífuna í Kringlunni. Að því tilefni verða rosaleg opnunartilboð í gangi helgina. 30% afsláttur af spiluðu leikjum alla helgina. Geimstöðin borgar 50% meira fyrir gömlu leikina þína þessa helgi. Coke Zero gefur þyrstum að drekka. Geimstöðin er komin í skífuna. Þessi ánægja var ég búið blöss.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1.